Ég greindist með þríneikvætt brjóstakrabbamein í ágúst 2020 og ég greindist á sama tíma með BRCA, stökkbreytingu í BRCA1 stökkbreytingu og ég fór fyrst í dælulyfjameðferð, svo kallað ECT-meðferð, 4 skipti með ECI og 4 með Taxotere-lyfi. Síðan fór ég í 2-falt brjóstnám, svo fór ég í geisla og svo tókum við viðbótarlyfjameðferð með 2 svona viðbótarlyfjum og í heildina var meðferðin 28 mánuðir. Þetta er allt frá því að ég hef þurft að fá sterkari gleraugu, ég hjá tannlækni, ég hef þurft að, ég er með skinntruflanir, bæði í fingrum og í sköflungum og fótum, sem sagt. Og svo er ég náttúrulega alveg dofin í kringum skurðsvæðið líka. Það er alls konar sem hefur svona verið undir meltingatruflanir líka. En það sem hefur kannski svona valdið mestum truflunum hjá mér, og það er til dæmis stoðkerfisvandamál, sem sagt. Krabbameinsmeðferð, sérstaklega svona mikil lyfjameðferð eins og ég fór í, hún hefur mjög mikil áhrif á hormónana og bara allt einhvern veginn innkirtlakerfið og það virðist einhvern veginn vera svona fyrirbæri sem er ekki alveg nógu vel verið að díla við í kerfinu. Til dæmis bara, ég var 32 ára þegar ég greindist, ég er 35 ára í dag og ég fór lóðbent inn á breytingaskeiðið. Það gerðist bara í minni meðferð sem sagt og það gerðist náttúrulega rosalega hratt. Það er ekki alveg það sama að fara svona hratt inn á breytingaskeið eins og að fara náttúrulega inn á það og það er þetta er svolítið í öðru sæti þegar það er verið einhvern veginn að lækna krabbameinið þá er það bara í forgrunni og maður er ekkert endilega mikið að pæla í öllu, þú veist, hvað er verið að gera nákvæmlega í líkamanum. En svo einhvern veginn kemur maður út úr þessu aftur og er bara eitthvað að vakna við þann veruleika og maður er 35 ára og maður er í rauninni eiginlega á breytingaskeiðinu og vantar svolítið svona upplýsingar það, hvað það þýðir. Ég hef svolítið þurft að ganga eftir því að fá til dæmis blóðprufur þar sem er verið að skoða bara eggjabúskapinn og bara stöðun á kvenhormónunum og alls konar öðru og maður lendir svolítið á milli kerfa. Það er einhvern veginn verið að vísa manni, maður er svolítið eins og borðtenniskúla, maður er svolítið að fara svona á milli spítalans og heilsugæslunnar og það er allir að vilja gerðir að hjálpa en við kannski bara erum ekki alveg með úrræðin. Þetta er eitthvað sem væri bara ótrúlega mikilvægt að skoða. Tengt þessu til dæmis líka ófrjósemi sem að ég glími við og ég átti ekki börn áður en ég fór í mínu meðferð og ég fór í frjósemismeðferð hjá Livio. Ég á 2 fósturvísa, ég var mjög heppin, ég minni meðferð, ég á 2 fósturvísa en það er rosalega erfitt að púsla þessu öllu saman. Þú ert að púsla saman því að vera mögulega á breytingaskeiðinu en kannski ekki, því kannski gengur þetta tilbaka. Þú ert með BRCA þannig að þú vilt mögulega láta gera eitthvað í því að láta fjarlægja eggjastokkana en þú vilt líka eignast barn. Ég held að þetta sé mjög ósýnilegt. Sérstaklega þetta þegar kemur á hormónastarfseminni, breytingaskeiðinu. Ég veit ekki hvað það er, kannski bara af því að við tölum ekkert ofsalega mikið þetta, það er miklu auðveldara, kannski er það líka það að hlutir eins og sko að missa hárið og að missa brjóstin, þetta sést utan á þér. Þetta er mjög sýnilegt, það er einhvern veginn miklu auðveldara að tala það. En svo þegar það kemur að því einhvern veginn að missa tækifærið á því að vera kannski mögulega foreldri eða bara missa eðlilega líkamsstarfsemi fyrir þinn aldur einhvern veginn, við tölum ekki eins mikið það. Af því það er ósýnilegt og það er bara einhvern veginn svona kannski hálfgert tabú líka. En þetta er bara svo ofboðslega stór partur af því sérstaklega greinast ungum með krabbamein. Þetta er bara allt einhvern veginn.